Komið sæl og verið velkomin á örráðstefnuna Ertu með hugmynd sem haldin af Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra eða SSNV. Ég heiti Unnur Valborg Hilmarsdóttir og framkvæmdastjóri samtakanna og hef fengið það hlutverk að leiða ráðstefnuna í dag. Þetta annar viðburðurinn í röð viðburða sem við settum á dagskrá núna á haustdögum 2020 og markmiðið með þeim að styðja við fyrirtæki, einstaklinga og frumkvöðla sem eru að fara af stað eða standa í rekstri í dag á þessum erfiðu tímum. Í síðasta viðburði fjölluðum við verslun á netinu og við hvetjum fólk til þess að kíkja á þann viðburðinn á Facebook síðun okkar og allir viðburðirnir sem við höldum munu verða aðgengilegir eftir á Facebook síðunni. Í nóvember munum við svo fjalla sögur eða það sem á ensku kallað storytelling og hvernig hægt að nýta þær til þess að byggja upp vörumerki og markaðssetja sig og þar með auka sína markaðshlutdeild. En að efni dagsins. Máltæki segir að neyðin kenni naktri konu að spinna og við búum við þessa margumræddu fordæmalausu tíma og því miður það svo að margir búa við það að hafa þurft að starfa hríð annaðhvort í skertu starfshlutfalli eða hafa jafnvel misst vinnuna. Það getur verið við slíkar aðstæður erfitt að hafa sig af stað við að hrinda hugmynd í framkvæmd og því vildum við leggja okkar að mörkum til þess að auðvelda þessi skref með þessum viðburði. Raunar hvort sem að það vegna þess að fólk í erfiðri stöðu vegna ástandsins eða ef fólk vill bara hreinlega breyta til og skapa sér atvinnutækifæri. Við munum fá núna næsta klukkutíman eða svo áhugaverð innlegg frá 3 aðilum sem allir hafa mikla og góða þekkingu og reynslu á því að vinna með hugmyndir og hrinda þeim í framkvæmd með 3 í rauninni ólíkum sjónarhornum. Eins og síðast að þá verður hægt að bera upp spurningar á meðan á erindunum stendur. Við gerum það með því að nota Slido, slido.com. Þar farið inn og í reitinn event code slegið inn myllumerkið hugmynd eða hashtag hugmynd. Þá þið leidd inn á svæði viðburðarins og getið slegið inn spurningar sem að ég mun svo bera upp við fyrirlesara í lok þeirra erinda. Og við hvetjum ykkur til þess að nýta þennan möguleika, þið vitið hvernig það ef við erum með spurningu og þá allar líkur á því að einhver annar sé að ganga með sömu spurninguna í maganum. Og að gera að nýta sér þessa sérfræðinga sem að hér eru á mælendaskrá. En það ekki eftir neina að bíða, við skulum vinda okkur í fyrsta erindið og það frá honum Hauki Guðjónssyni sem að óhætt að titla sem raðfrumkvöðul eða frumkvöðla þjálfa. Hann heldur úti heimasíðunni frumkvöðlar.is og líka með stóran fylgjendahóp á Facebook þar sem hann ötull við að miðla reynslu og leita leiða til þess að styrkja frumkvöðla á landinu. Vinnur frábært starf og hann ætlar að deila með okkur hugmyndum sem hann hefur og hafa nýst vel fólki í þeirri stöðu að hrinda sinni hugmynd í framkvæmd. Gjörðu svo vel, Haukur. Takk hérlega fyrir. Já, ég var beðinn að koma og tala viðskiptahugmyndir og ætla að deila með ykkur smá glærukynningu. En viðskiptahugmyndir nokkuð stórt hugtak og margt sem þarf að sinna þar. En það sem ég ætlaði að reyna að fara yfir í dag, ég náttúrulega með takmarkaðan tíma en ég ákvað að vera með svona litla og hnitmiðaða kynningu á þessu og það sem ég ætlaði að taka fyrir var sem sagt hvaðan koma góðar hugmyndir. Þannig að fyrir þau ykkar úti sem að eru kannski ekki ennþá komið með hugmynd eða eru eitthvað óörugg með hugmyndin ykkar eða vil eitthvað vinna áfram, þá ætlum við að ræða bara hvaðan þær koma og hvað teljist vera góð hugmynd. Ég ætla líka að tala svolítið sem gleymist stundum og það í rauninni að þið, stofnendurnir og frumkvöðlarnir, þið eru partur af hugmyndinni. Það í rauninni ekki hægt að aðskila hugmyndina frá ykkur. Þannig ég ætla að fara út í það
Og svo í lokin ætla ég að gefa ykkur svona bara nokkuð góð ráð með það hvernig þið getið í rauninni sannreynt að þetta sé sniðug hugmynd. Nú ef við byrjum bara aðeins á að velta fyrir okkur hvaðan koma góða hugmyndir og það væri voða gaman ef þið getið deilt þarna inn í þessu Slido-kerfi þarna, hvað ykkur finnst, hvaðan þið telja að góðu hugmyndir koma. Er þetta bara eitthvað sem þið upplifið, er þetta bara skilaboð frá Guði sjálfum, hvaðan eru raunverulega góðar hugmyndir að koma? En ég ætla að fara yfir svona helstu aðferðirnar sem ég hef beitt og sem eru almennt sér beitt til þess að fá hugmyndir. Og oftar en ekki, kannski fyrsti hluturinn er bara út frá áhugamálum. Út af því að það sem gerist oft er það að þegar við erum með rosalega mikinn áhuga á okkur og fyrir að kafa mjög djúpt ofan í það, að þá áttum við okkur oft á því að það vantar eitthvað þar. Þannig að við kannski finnum einhverja markaðshillu sem enginn er að sinna. Og ég hef séð alveg undarlegustu áhugamál breytt yfir í fyrirtæki og mér finnst það alltaf mjög skemmtileg fyrirtæki út af því að fólk sem að stofna fyrirtæki þannig, það er með svo mikla ástríðu fyrir það sem það gerir og það hefur svo mikil skilning og þekking á því sem það gerir, þannig að mér finnst það oft mjög góð leið til þess að fá góðar hugmyndir, að fá okkar út frá ykkar eigin áhugamálum. Oft koma góðar hugmyndir líka út frá einhverju þörf, að ykkur finnst eitthvað vanta eða þörf fyrir eitthvað, þið myndu vilja leigja bíl bara í 1 klukkutíma og þá allt í einu sjáu að það er ekki hægt og þá búið til einhvers konar marketplace fyrir bíla og verður til einhver hugmynd sko. Þannig að þá er þetta oft svona frá ykkar eigin persónulegu þörf eða þörf einhvers fyrirtæki sem þið vinni hjá eða eitthvað svona, þannig að það er mjög skemmtilega líka. Svo er náttúrulega hægt að gera þetta líka bara með svona formlegum hætti að ef ykkur langar til að stofna fyrirtæki með einhverjum öðrum að þá bara setjast þið niður með viðkomandi, helst bara í lokuðu herbyggi, kannski með tústöflu eða eitthvað og taki bara nokkra klukkutíma bara í svona hugarflug, svona brainstorming, þar sem þið bara skrifið niður allar hugmyndir sem koma upp og vinna þær sem aðeins áfram svona, og þetta er ógeðslega gaman. Ég hef mjög oft gert þetta og þetta er líka bara góð æfing fyrir heilan aðeins að fara í gegnum það. Svo er það líka bara út frá hversdagsleikanum og ég gerði það í mörg ár að ég var alltaf með stílabók í vasanum og ég punktaði niður hjá mér allar svona hugmyndir sem kom upp í hugan á mér. Alltaf þegar mér datt eitthvað sniðugt í hug þá punktaði ég það niður, alltaf þegar mér fannst eitthvað vant eða þörf á okkur þá punktaði ég það niður og ég á ennþá alveg bara allnokkrar svona svartar svona stílabækur sem eru bara útumkrotaðar af alls konar hugmyndum og það er svo gott fyrir ykkur að gera þetta líka út af því að ef þið ætla að fara út í eigin rekstur og verða frumkvöðlar að þá þurfið alltaf að vera að hugsa í lausnum og þetta þjálfar hugan einhvern veginn upp í það að vera alltaf að leita að lausnum og sjá hvað megi betur fara og svona. Þannig ég er mjög hrifinn af þessari leið og ég mæli með að allir gera þetta, sérstaklega þegar þeir eru að byrja í þessum ferli. En svo reyndar er allar uppáhaldsleiðin mín til þess að fá góða hugmyndir, það er blótsyrðaleiðin. Og ég hef sjálfur stofnað fyrirtæki út frá þessu og þetta virkar þannig að ef það er eitthvað sem er það erfitt og pirrandi og virkar svo illa og þau eru svo þreytt á því að þau farið svona að blóta út í loftið að þá er það hugsanlega bara virkilega góð hugmynd þarna einhvers staðar út af því að ef það er eitthvað sem er að virka þetta illa að þá hlýtur að vera að finna einhverja betri lausn á því. Og eins og til dæmis í mínu tilfelli að þá var þetta fyrir mörgum árum síðan, það eru komið 10 ár síðan, að þá var ég að reyna að leigja með sumarbústað. Það var ég og félagi minn ætluðum að fara upp í sumarbústað helgina til að slappa aðeins af og við eyddum heilum degi í það að reyna að leita að sumarbústað og það gekk ekkert. Við hringdum út allan bæ og vorum eitthvað að reyna að finna þetta og þetta var út allt og maður þurfti að hringja persónulega hvern og einn til að spurja til að komast að eitthvað lausn eða ekki. Þannig að við fengum þá hugmynd að reyna að finna lausn á þessu og við bjuggum til fyrirtæki sem heitir Bungalow og það var í því að leigja út sumarbústað á netinu og gekk mjög vel og gengur ennþá daginn í dag. Ég seldi það fyrir nokkrum árum síðan og það nota bene að þetta var fyrir tíma Airbnb. Við vorum aðeins á undan þeim hérna á Íslandi. En þetta var bara viðskiptahugmynd sem kom bara út frá því að við vorum bara pirraðir og vorum farið bara að blóta út í loftið út af því að þetta bara var ekki, kerfið eða ferlarnir voru ekki að virka eins og áttu að vera að virka. Þannig ef að þið lendið einhvern tímann í því að vera rosalega pirruð og þreytt á okkur að staldrið á það eins og við og hugsi, ok, gæti verið að gera þetta einhvern annan hátt, gæti verið einhver áhugaverð lausn þarna eða áhugavert fyrirtæki sem við getum stofnað í kringum þetta. En það eru náttúrulega bara endalausir möguleikar og það er
engin einrétt leið eða, þú veist, þið verðið bara svona aðeins að finna hvað hentar ykkur. Það er eitt sem ég vil, svona, ein algeng mistök sem ég vil tala og það er það að alltaf vera að leita að $1 million hugmyndinni. Og það sem ég meina þar er það í rauninni að vera að leita að hinni fullkomnu hugmynd. Að mjög margir sem ég sé, þeir láta aldrei verða því að framkvæma eða gera og þeir eru alltaf að bíða eftir að finna þessa fullkomnu hugmynd, þessa hugmynd sem á eftir að búa til bara þvílíkt mikið af peningu fyrir þá og bara eftir að vera ríkir og frægir bara út af þessari einu hugmynd. Staðreyndin er sú að það er ekki til neitt sem heitir fullkomin hugmynd og allar hugmyndir sem koma upp þar eru pínu kjánalega til að byrja með og það þarf að vinna með það, það þarf að móta það og þróa þetta og þannig að ekki vera að láta stoppa ykkur að þið séu ekki með hérna fullkomnu hugmynd, farið frekar bara af stað með þá hugmynd sem þið eru með og byrja að þróa hann og vinna hann áfram. Þetta er hlutur sem mér finnst alltaf gleymast þegar fólk er að vinna með hugmyndir og er á þessu fyrstu stigum, að það er það að sko, þið eru svo stór hluti af viðskiptahugmyndinni að sko, og bara er órjúmanlegur partur af hugmyndin út af því að ef við tökum eina hugmynd og ef ég reyna að koma inn í framkvæmd, þá mun líta allt öðruvísi út heldur en þú reynir að koma sömu hugmynd í framkvæmd. Út af því að við erum bara öðruvísi einstaklingar, við nálgumst hlutina á mismunandi hátt, þannig að sama hugmyndin í höndum tveggja mismunandi aðila getur verið með allt öðruvísi útkomur. Og þið þurfum að hafa það í huga að þið eru svo stór hluti af þessu fyrirtæki sem það er að fara að byggja upp, að það mun hafa áhrif á hugmyndin og hvernig hún þróast. Það er líka mikilvægt fyrir ykkur að velja ykkur hugmynd þar sem að hæfileikar ykkar munu nýtast. Út af því að ég sé það oft að fólk er með eitthvað svona rosalega flottar, tæknilegar hugmyndir og hljóma rosalega vel. Tökum sem dæmi einhver aðili sem er með hugmynda einhver tæknilausn en hefur enga þekking á tækni. Að það er þá mjög erfitt fyrir þann aðila að koma þessari hugmyndi í framkvæmd. Aftur á móti, ef að þessi aðili kannski er með einhverju hugmynd einhverju rosalega sniðuga tæknilausn fyrir íþróttafélög og þessi aðili þekkir allt íþróttafélög og veit alveg hvernig þau virka, að þá er hann með einhverju sérþekkingu þar að hæfileika sem nýtast honum mjög vel og þá þarf hann bara að finna tæknimann til að koma og starfa með sér. Þannig að reynið að velja einhverju hugmynd þar sem að ykkar hæfileikar, ykkar reynsla og ykkar saga getur svona nýst aðeins til þess að komast aðeins lengra. Það er mjög erfitt að fara með eitthvað stað sem þið bara hafi enga þekkingu á og bara eru alveg að byrja á byrjunarreit. Veljið líka hugmynd sem þið eru spennt fyrir og hafið það í huga að þetta er rosalega mikið maraþon. Að það að koma fyrirtæki af stað, það er ekki gerast á nokkrum vikum eða mánuðum. Þú veist, yfirleitt, ég tala að það taki yfirleitt 1 til 2 ár að svona sanna að hugmyndin raunverulega gangi upp. Að komast á þann stað að þessi komið stuðaða tekjur og þetta allt er stabílt og þetta svona að þið vitið að þetta á eftir að ganga upp. Þannig að ég segi alltaf að fólk þarf að vera tilbúið að leggja allavega 1 eða 2 ár af tíma sínum og lífi sínu í það að byggja upp þessu hugmynd. Og þú þarft að vera svolítið spennt eða spenntur fyrir þessari hugmynd til þess að vera tilbúin að leggja það á þig. Þannig að hafðu það í huga. Og líka veldu hugmynd þar sem þú verður að starfa við eitthvað sem þú hefur áhuga á að starfa við. Þú veist, ekki bara fara eitthvað að stofna ísbúð út af því að vantar ísbúð en þér langar ekkert að vera að selja ís, skilurðu. Findu frekar eitthvað sem að þér langar raunverulega til að starfa við út af því að þú ert ekki bara að búa til fyrirtæki, heldur ertu að búa til leið fyrir þig til þess að starfa við eitthvað sem þú hefur gaman og ástríðu fyrir og þú fær þarna tækifæri til að skapa störf fyrir aðra og gera ýmislegt en þú ert miðjupunkturinn, þú þarft að þróa þetta svolítið út frá þér og hinum stofnendunum sem eru með þér. Og ég til dæmis kenni sérstakt ég með frítt námskeiðin á vefsíðunum minni frumkvöldum.is þar sem ég fer út í af hverju viltu stofna fyrirtæki og ég mæli með að allir þeir sem eru að fara að byrja í fyrirtæki fari í gegnum það til þess að átta sig á hvað þeir vilja fá út úr rekstrinum og svoleiðis. Já, og hafðu bara að lokum í huga að ef þú ætti að fara að stað með þessu hugmynd og þú ætti að láta raunverulega reyna á þetta, að þetta mun taka nokkur ár og vertu bara nógu spenntur fyrir hugmyndinni að svo verði. Mér finnst það líka svolítið gaman þegar maður er að pæla í þessu að velta fyrir sér hvað þú værir að gera í dag ef þú þurftir ekki að hafa áhyggjur af pening.
ef þú þyrftir ekki að vera að borga reikninga og þyrftir ekki að fá neinn laun eða neitt svoleiðis, hvað myndir vera að nýta tímaðin í? Og það gæti verið vísbending hvers konar fyrirtæki þetta er að stofna. Og ég skal taka dæmi að ég sjálfur í örugglega 10 ár var á fullu í því að hjálpa öðrum frumkvöðlum, ég var að mentora, ég var að kenna og halda fyrirlestra hvernig maður ætti að byggja upp sitt eigið fyrirtæki og ég var alltaf að gera það bara frítt út af því að ég hafði svo mikla ástríðu og gaman af þessu Og svo loksins á einhverjum tíma það fattaði, þetta er það sem ég hef mest gaman af hverju bara geri ég þetta ekki að fullu starfi mínu og það er það sem ég starfa við í dag og mér finnst það æðislegt, mér finnst ekkert skemmtilegra heldur en að hjálpa öðrum að byggja upp sín fyrirtæki og ná árangri. Þannig að veltu þessu virkilega fyrir ykkur, ef þið þyrftu enga áhyggjur að hafa peningum, hvað væru þið að gera í dag? Ok, að lokum ætla ég að tala hvernig sannreyni ég viðskiptahugmynd. Og þetta er eitthvað sem er rosalega mikilvægt fyrir ykkur að gera, að fara í gegnum feril til að vera viss að hugmyndin sé líkleg til að ganga upp. En það sem er mikilvægt að skilja þetta er það að þið getið aldrei svona sannreynt á upphafsstiginu alveg 100% að þetta eftir að ganga upp og það er ekki, það er alltaf áhætta sem fylgir því að fara út í fyrirtækistur. En það sem að þessi hluti snýstum er bara að sannreyna að það sé raunverulega grundvöllur fyrir þessari hugmynd. Að það sé fólk sem vil kaupa hana, að það sé nógu stór markað til að standa undir og svona, þannig að bara þessi grunnvinna sem að sýnir að þessi örugglega á réttri leið. Og með því að fara í gegnum þessa grunnvinnu, með að sannreyna þessa hugmynd, að þá eru þið líka að lágmarka áhættuna ykkar. Þið eru að fullvissa ykkur að áður en þið fara að eyða tíma og pening í að byggja þetta upp, að þið vitið fyrir víst að það sé einhver eftirspurn eftir vörunni. Þannig ég mæli með því að þið fari í gegnum þennan feril áður en þið fara að ausa ykkur pening og tíma og orku í að koma fyrirtækinu af stað. Nú, leiðir til þess að sannreyna hugmyndina er til dæmis það bara að tala hugmyndina og þetta er eitthvað sem er mjög algeng mistök á frumkvöðlum að þeir eru of feimnir við að tala hugmyndina og eiga til svolítið bara að kæfa hana í svefni en þið þurfið að vera ófeimir við að tala hana og fá skoðanir á henni. Það getur líka verið bara gott að senda út eitthvað skoðanakönnun og það er mjög auðvelt að gera það núna á netinu. Þannig að þið getur sendt út á vini ykkur á Facebook eða deilt ykkur Facebook-grúpum og spurt fólk spurninga, ef þú væri að leita svona vöru eða svona þjónustu, myndur þú vilja hafa hana svona eða svona, myndur þú vilja kosta þetta mikið eða þetta mikið og reyna að átta sig aðeins betur á hvernig markaðurinn raunverulega er. Ég myndi líka mæla með að þið myndi leita ráða hjá þeim sem vita meira en þið. Að tala við sérfræðingana eða einhver sem hafa meiri reynslu af þeim iðnaði eða geira sem þið eru að fara inn í og fá þeirra sín á hugmyndinni. Finnst þeim þetta líklegt að þetta gangi upp og þar fram eftir götum. Svo þurfum við að rannsaka samkeppnisaðilann, læra á þeim, áttu ykkur á hvernig þeir að verðleggja sig, hvernig þeir að selja sig og það er að læra svo rosalega margt af því að skoða samkeppnisaðilann og skoða ekki bara hérna í Íslandi heldur alþjóðlega, sjá hvernig fólk er að gera þetta. Svo þurfum við að rannsaka markaðinn, hvað er hann stór, hversu margir getur hugsanlega keypt þessa vöru, er ég bara að fara að selja hann á Íslandi eða alþjóðlega og bara átta sig aðeins á hvort að þetta getur staðið undir sér. Og svo að lokum, það sem að mér finnst alltaf gott áður en ég fyrir mjög langt með þetta, er að reyna að selja vöruna. Ef þeir eru með tilbúna vöru eða getur búið til eitthvað svona prótótýp og selt hana strax, þá er það frábært. Stundum getið líka að nota hópfjármögnun eða annað slíkt, selt ekki til dæmis Carolina Fund, þar sem þið getið fengið í rauninni bara strax feedback og selt strax kannski fyrstu nokkur eintökin af vörunni og þar með staðfesta allan að ykkur sé tilbúin að borga fyrir hana. En ég hef vist ekki tíma, ég hef komin í mitt tímalimit, þannig ég hef vist ekki tíma til þess að tala meira viðskiptum. Endilega senda inn spurningar ef þið eru að velta ykkur fyrir ykkur. En í lokin langaði mig til þess að nefna 2 hluti við ykkur, út af því að ég er með vefsíðuna frumkvöðla.is og inn á frumkvöðla.is það er mjög mikið efni. Ég er með mjög mikið af myndböndum, greinum og alls konar hlutum sem þið getur kíkt á og það er allt frítt. En svo er ég líka með námskeið í stofnun og rekstri fyrirtækja sem ég held í hverju mánuði og það er búið að ganga rosalega vel. Það er alltaf uppselt á þetta námskeið hjá mig, þannig að það er bara búið að ganga hörku vel og svo er ég með stuðningsnet frumkvöðla sem er sem sagt lokuð grúppa og ég opna bara á 2 ára á ári og hleypi fólki inn og það er svona umhverfið sem fólk getur stutt við baki á hvort öðru og það er einmitt opið á það núna. Þannig að ef þið hafa áhuga á þessu þá getið kíkt inn á frumkvöðla.is.
Takk kærlega fyrir þetta, Haukur. Virkilega áhugavert og gaman að sjá hvað þú ert viljugur að deila þinni reynslu. Ég vil hvetja þá sem að horfa til þess að senda inn spurningar í gegnum Slido, slido.com með millumerkinu hugmynd. Þar hægt að slá inn spurningar, bæði nafnlaust og eins líka undir nafni. Það er svona áður en ég fer í spurningarnar á Slido, þá er svona ein spurning frá mér. Hvað er það svona að þinni reynslu sem að gera það að verkum að fólk fer ekki af stað með sínar hugmyndir? Það gengur með hugmyndin í maganum en það kýlir ekki á það. Hvað er það svona helsta sem stendur í vegi fyrir því að fólk hrindir hugmyndunum í framkvæmd? Sko, þetta náttúrulega bara alltaf, andlegi hlutin alltaf erfiðastur. Að maður alltaf efast sjálfa sig, maður efast þekkinguna sína, hugmyndina sína eða eitthvað svoleiðis og bara hefur ekki nógu mikla trú á þessu. Staðreyndin sú að þið þurfið ekkert að vera með einhverja menntun eða reynslu á bak við ykkur. Það sem skiptir mestu máli bara fólk sem þrautseig og sem tilbúið að vinna fyrir þessu. Þannig að ekki láta svona hluti stoppa ykkur af og ef þið eru með ykkur finnst þetta vera yfirþyrmandi afleiðing þá bara upplýsinga. Það er mjög mikið upplýsingum á síðunni hjá mér og námskeiðunni hjá mér, þannig að reyna að finna leið þannig að þetta sé svona aðeins þægilegra og viðráðanlegra verkefni. Þannig að það er kannski svona, ef maður súmmar þetta upp, það er kannski fyrst og fremst hausinn á okkur sjálfum sem að stendur í vegi fyrir að við hrindum þessu í framkvæmd. Algjörlega og allan tíman, ég raun alveg frá því að þið byrjið í fyrirtækjarekstri og bara allan tíman sem eru í fyrirtækjarekstri, það alltaf stærsta og mesta áskorunin að vinna með hausinn á sér út af því að þetta tekur mikið á, þetta erfiðir ferlar og þess vegna líka skiptir svo miklu máli að vera með gott tengslannet, þekkja aðra frumkvöðla og fá hana stuðning sem við þurfum öll þegar við erum í þessu. Áhugavert, gott að hafa í huga. Nú en það eru komnar nokkra spurningar inn á Slido og það einn nafnlaus sem spyr verður maður að byrja á því að kaupa kennitölu og byggja upp frá því eða kennitala kannski ekki lengur nauðsynlega í því að starta fyrirtæki? Hvað segir það, Haukur? Sko, þú þarft ekki að fá þér kennitölu til þess að koma hugmyndin á stað og til þess að sannreyna hana og til þess að selja fyrsta inntæki eða eitthvað svoleiðis. Og þið getum meira þess að vera með rekstur á okkar eigin kennitölu. En á einhverjum tímapunkti þú ert komin á stað, þá þarf það að vera með félagaform utan þetta, sem þá yfirleitt einkahlutafélag eða eitthvað svona annars félagaform. Og það eitthvað sem bara kemur, en það ekki fyrsta skrefið. Akkúrat. Það eru tvær mjög keimlíkar sem að lúta að hugmyndunum og þá aðalega hvernig þetta fara á stað með hana. Annars ef ég er með hugmynd hvernig á ég að fara á stað og einn til sem með 3 hugmyndir sem hann vill fara af stað með og hvar byrja maður. Þú ert nú kannski svolítið búin að fara yfir þetta en hvað myndir segja væri svona kannski að þú ættir að nefna eitt fyrsta skref ef maður gengur með hugmynd í maganum? Ok, ég get kannski allan að fyrst þú nefndir einn aðala sem var með 3 hugmyndir og þetta mjög algengt sem ég sé á mjög mörgum frumkvöðlum, þeir með mjög margar hugmyndir. Mín skoðun svo að maður þarf alltaf að velja einhverja eina af þessum hugmyndum til þess að taka áfram út af því að það svo mikill tími, orka og bara kraftur sem þú þarft að leggja í eina hugmynd til að koma á stað og ég segi alltaf eins og þú þarft að leggja alla sál þína í eina hugmynd í 2 ár til þess raunverulega að sannreynan komin á þann stað sem þú þarf að komast á. Þannig ég mæli allan þann aðila að velja einhver eina af þessum hugmyndum og hann getur pröfað þær aðeins áfram meira til þess að sjá hver áhugurinn og hann getur farið í gegnum hana feril sem ég talaði til þess að átta sig betur á hvar bestu viðbröðin, við hvaða hugmynd mest spennan og það mjög auðvelt að gera það en á einhverjum tímapunkti fljótlega þarf hann að ákveða einhver eina. En varðandi hina sem finnst erfitt að komast á stað að þið þurfið bara að fara í gegnum skrefin sem ég var að tala þarna. Þið þurfið að fara í gegnum þann feril að rannsaka markaðinn, rannsaka hvort sé eftirspurn og ég segi líka bara að fara bara að reyna að selja vöruna, bara hvar sem þið getið að ef þið getið búið til eitthvað svona prótótípu eða eitthvað sem þið getið selt svona til þess að sanna þessi eftirspurn eftir henni, það alveg frábært. En þetta alltaf rosalega mikil vinna, þessi rannsóknarvinna og fara í gegnum það skref fyrir skref. Þannig að það mjög auðvelt svar. Þannig að svona til viðbótar við að sigrast á hausnum og sjálfu sér þá það þessi fókus, að fókusera á eitthvað eitt. Já. Heyrðu, loka spurning til þín, Haukur, frá henni Jenny. Hún spyr, getur verið erfitt að fara af stað með eitthvað sem aðrir hafa farið af stað með, kannski annars staðar á landinu og
og í framhaldinu maður þá frumkvöðl? Já. Ég líti á það sem svo að frumkvöðl eru bara allir þeir sem eru tilbúin að taka persónulega áhættu við að byggja upp einhvers konar rekstur. Þannig að í rauninni eru allir sem eru fyrirtækjarekstur eru frumkvöðlar. En svo þarftu líka að hafa í huga að þóttu sért að gera eitthvað svipað og eitthvað annar, þá þarftu ekki að gera það nákvæmlega eins. Og ég talaði áðan að þú værir svo stór hlutur og órjúfanlegur partur af hugmyndinni og það á alveg við í þessu tilfelli líka, sko. Þannig að ef þú ert að fara að stað með eitthvað, gerðu það bara með þínum hætti og aðgreinda einhver leiti frá hinum aðalum. Þú þarft ekki að gera þetta alveg eins og hann. Akkurat. Það væri kannski svona helsti punkturinn með þetta. Maður setur alltaf sjálfan sig svolítið inn í hugmyndina og það enginn eins og þú, þannig að það þarf að hafa það í huga. Haukur, við þakkum þér kærlega fyrir að eiga þetta stutta spjall við okkur og deila þinni reynslu og við hvetjum fólk til þess að kynna sér þá þjónustu og þær upplýsingar sem að Haukur miðlar á sínum miðlum, bæði á frumkvöðlar.is og líka á Facebook. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega. En við skulum þá flytja okkur yfir í aðeins annan vinkil á vinnu með hugmyndir. Sunna Halla Einarsdóttir hjá Icelandic Startups ætlar að segja okkur frá hvaða þjónusta í boði hjá þeim fyrir frumkvöðla, en þau standa meðal annars fyrir gulllegginu sem að margir þekkja og núna í fullum gangi í fyrsta skipti alfarið á netinu með ljósi ástandsins og það verður forvitnilegt að sjá hvernig það reynist. Því að eitt af því sem að frumkvöðlar á landsbyggðinni hafa talað að allir hraðlar og sá stuðningur sem í svona þeim farvegi, í svona hópvinnu, fer fram á höfuðborgarsvæðinu og það getur verið erfitt fyrir fólk að verja miklum tíma þar. Þannig að við erum spennt að sjá hvernig gullleggið kemur út í ár. En við skulum gefa Sunnu orðið. Takk fyrir að vera með okkur, Sunna, og gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir og ég svo ótrúlega spennt að segja ykkur frá þeim bara stuðningi sem í boði fyrir alla frumkvöðla og bara aðra hugmyndasmiði. Þannig að ég ætla að fá líka að deila glæru takkanum mínum. Já, svona. Já. Svona. Þá ætti að vera komið upp eða ekki. Ég heiti Sunna og ég starfa hjá Icelandic Startups og búin að starfa þar síðast 4 ár. Og þannig ég ætla svona að fara yfir bara hvað gætu verið möguleg fyrstu skref fyrir ykkur. Hvað stuðningur í boði og hvað gætu þið nýtt ykkur sem getur bara hjálpað í rauninni á ykkar vegferð. Sunna, Já. þau ert með á Presenter View. Já, alveg rétt, ég ætla að uppfæra þetta hjá mér. Já. Sjá. Svona. Já, flott. Já. Takk. En það fyrir þann svona sem stendur svona aðeins fyrir utan nýsköpunarsinna á Íslandi, þá getur þetta stundum virka svolítið svona eins og frumskógur og bara hvar á maður að byrja og við hvernig á ég að tala og hvaða verkefni í boði og hvað get ég tekið þátt í og svo framvegis. Ég ætla svona aðeins að reyna að grynnka á þessum frumskógi og svona segja ykkur betur frá því bara hvað í boði. Það stutt bara Icelandic Startups og hvað við gerum, en okkar hlutverk að efla frumkvöðlastarf á Íslandi og bara sem stutt orðið að segja lýsa okkar starfsemi kannski í 2 orðum, þá erum við að hraða, þannig við erum að hraða ferli frumkvöðla allt frá því að hugmynd kviknar og þangað til að vara komin á markað og við erum að tengja, þannig við erum sífellt að tengja frumkvöðla við senuna á Íslandi, við sérfræðinga, við aðila erlendis og fjárfesta og svo framvegis. Þannig að svo í stuttu máli þá erum við að hraða og tengja. Og með því til þess að þjóna okkar hlutverki í rauninni, þá erum við með hin og þessi verkefni sem við erum að keyra hjá Icelandic Startups, allt frá hugmyndastigi og upp í hröðun og þar upp í vöxtinn. Og þar til dæmis gullleggið eins og nefndi áðan og þessir viðskiptahraðlar sem ég kem aðeins betur inn á og útskýri betur hvað og svo svona erlend samstarfsverkefni. Þannig ég ætla svona aðeins að fara yfir ferlið svona út frá þessari mynd. Þá frá hugmynd, það eru þá þessir ráðgjafarfundir, hackathon og frumkvöðlakeppnir, yfir í hröðunina sem eru þá bara að sprota samfélagi yfir að heila og viðburðir ásamt viðskiptahraðlunum og svo upp í vöxtinn. Þá það
alþjóðlega sóknin og fjármögnunin. Ég svona stikla stóra aðeins þar út af tíma en náttúrulega vita af okkur, geta alltaf heyrt í okkur ef ykkur langar að vita eitthvað meira eða nánar ykkur ákveðin verkefni. Þannig að byrjum aðeins hér, hugmyndastigi. Þetta þá fyrir þá sem eru með einhverja hugmynd í maganum og eru mögulega búin að vera mjög langan tíma og langar að gera eitthvað með hana, fara af stað. Það gæti bara fyrsta svona mögulega skrefið væri mögulega svona ráðgjafarfundur. En við hjá Icelandic Startups bjóðum upp á fría ráðgjafarfundi þar sem við bara setjumst niður með ykkur eða tökum hann rafrænt sem við erum bara að gera alfarið núna. Og förum bara yfir næstu skref, heyrum ykkar hugmyndir og hugsum svona hvernig getum tengt ykkur við og nefnum þau verkefni sem gætu mögulega gagnast ykkur og sá stuðningur. Þannig að definitely bara heyrið í okkur ef áhuga á því. Svo þessi hackathon. Hackathon svona í stuttu máli líka kallað lausnamót. Hackathon ekki bara einhverju tölvuhakkarar að hakkast í einhverju, heldur það í rauninni lausnamót þar sem borin fram einhver áskorun, yfirleitt haldið yfir eina helgi eða nokkra daga þar sem borin fram áskorun og svo koma aðilar að borðinu þið frumkvöldin sem að reyna að leysa þá áskorun. Og eru hinir og þessi hackathon eða lausnamót í boði núna víðsvegar landið. Makeathon til dæmis var núna daginn. Climathon voru að reyna að finna lausn á vandamáli við loftslagsmálin. Hacking Hekla svolítið skemmtilegt sem einmitt næstu helgi og í rauninni fyrir alla sem eru bara hvað sem eru búsettir á landinu og sem sagt að skapa lausnir við áskorunir á Suðurlandinu en samt opið fyrir í rauninni öll landsvæðin. Og þau eru sem sagt að vinna í átt að sjálfbærri framtíð með nýsköpun í mat. Þannig að ef það einhver hér, endilega tékka á því. Það hægt að skrá sig núna og fer það fram núna helgina. Þannig að það svona hin og þessi hackathon og í bara hinum ýmsu geirum. Þannig að þetta geti líka verið svona mögulega fyrsta skref bara til þess að koma hugmyndinni svona á koppinn og fá tengingarnar og stuðninginn við það. Annað sem við höfum verið að gera hjá Icelandic Startups gullleggið. Gullleggið okkar svona rótgrónasta og elsta verkefni og þetta rauninni bara fullkominn vettvangur fyrir þá sem á fyrstu stigum og vilja fá aðstoð við að móta bara hugmyndir sínar og koma þeim í framkvæmd í rauninni. Þannig að þetta bara allt frá hugmynd í kolli eða blaði, jafnvel komin aðeins lengra og bara fullkominn vettvangur til þess að koma svona aðeins inn í frumkvöðla senuna, skapa tengslin og koma hugmyndinni af stað. Hún nefndi áðan að gullleggi í fullum gangi núna en einmitt lokadagurinn fer fram á morgun sem við erum ótrúlega spennt fyrir. Við ætlum að renna yfir bara hvernig ferlið ef maður tekur þátt í gulllegginu. Þannig að það í rauninni opið öllum og fer fram á haustinn. Þegar maður búinn að skrá sig þá taka bara við strax í framhaldinu 3 vinnusmiður og þau sem að taka þátt í því, eða allir geta svo skilað inn einblöðingi, bara 1 af 4 blaðsíða viðskiptahugmyndina og út frá því eru valin topp 10 teymi sem að fá aðeins frekari þjálfun, fleiri vinnusmiður, æfingu í pitchi, tengingar og mentora og bara stuðning sem þið þurfa til þess að ná lengra og svo endar þetta alltaf á þessum lokadegi sem fer með fram á morgun, þar sem við kynna hugmyndirnar eða fyrirtækin fyrir fram á dómnefnd. En það líka gullleggið að fara fram fyrsta skipti núna alfarið á netinu og við sjáum bara fram á það að halda það á netinu líka framvegis bara til þess að bjóða öllum landsbyggðum upp og það að geta tekið þátt. En þetta mikils að vinna. Fyrsta sæti hlýtur 1 milljón í verðlaun og fjölda annarra aukavinninga bara fyrir utan það að skapa þessi tengsl og bara koma hugmyndinni af stað. Þannig að þetta er svo bara fullkomið vettvangur til þess að fara af stað með hugmyndir. Þannig að það er svona aðeins búin með að fara yfir svona hvað á hugmyndastiginu og svo upp í hröðunina. Ég nefni sprotasamfélag og viðburði en þetta er svona bara auðvitað gegnum gangandi í gegnum svona ykkar vegferð. Það eru ýmsir viðburðir og í gangi hverju sinni. Auðvitað svona fleiri viðburðir þegar COVID ekki í gangi en það er margir online líka núna og svo þessi viðskiptahraðlar
sem ég ætla að fara líka inn á. Þannig að ef þið sjáu einhvern viðburð sem að þið hafið áhuga á eins og þessi eða einhverju fleiri, þá bara takið þátt. Ég hvet ykkur bara til að láta sjá ykkur, hitta aðra og segja frá hugmyndinni. Af því þá getur boltinn farið að rúlla. Maður veit aldrei hvernig maður hittir sem þekkir eitthvað sem gæti nýst ykkur á ykkar vegferð. Svo upp í þess að viðskiptahraðla, til þess að lýsa því hvað það þá mætti rauninni segja að þetta sé bara svona 10 vikna bootcamp, þar sem að vanalega eru valin svona í kringum 10 fyrirtæki og þau fá bara rosa góða þjálfun í því að ná lengra. Hérna eru þau viðskiptahraðlar sem staðsettur á Íslandi. Til sjávar og sveita viðskiptahraðall á sviði landbúnaðar, sjávarútvegs og smásölu, sem einmitt í gangi hjá okkur núna hjá Icelandic Startups. Startup Supernova annar viðskiptahraðall sem við keyrum sem ætlaður fyrir þá sem að hugsa stórt og vilja ná inn á alþjóðlega markaði. Firestarter fyrir tónlistatengt sprotafyrirtæki. Við höfum verið að keyra Startup Tourism sem reyndar ekki í gangi eins og fyrir ferðaþjónustuna. Startup Social fyrir svona samfélagslega lausnir. Orkidea viðskiptahraðall nýr viðskiptahraðall sem fer á stað núna í haust. Og ætlaður fyrir þær ætlum að nýta jarðvarmann á Suðurlandinu, þannig að þeir sem eru með lausnir sem geta aðstoðað við það, eitthvað í tengslu við hátækni, matvælaframleiðslu eða líftækni lausnir, þá Orkidea hraðallinn tilvalinn til þess. Svo Startup Vestfjörðs á Vestfjörðunum. Og það sem viðskiptahraðall þetta yfirleitt 10 vikur, þar sem að við veljum 10 fyrirtæki, þannig við getum virkilega hjálpa þeim að ná lengra og erum bara svona sérsníðum okkar stuðning bara fyrir þau. Það farið í viðskiptaþróun, það fræðsla, við fáum inn mentora sem eru sérfræðingar á sínum sviðum, hinum ýmsu sviðum, reyndir frumkvöðlar sem hafa farið í gegnum þetta ferli áður og bara aðrir sérfræðingar sem eru tilbúnir að koma inn, deila sinni reynslu, opna sitt tengslanir til þess eins að hjálpa þessum frumkvöðlum að ná lengra. Það margt sem að felst í svona viðskiptahraðli, en lokadagurinn yfirleitt svona demo day eða investor day, þar sem að teymin 10 eða teymin sem taka þátt kynna sínar hugmyndir fyrir fullum sal. Og hérna ég bara með nokkra myndir frá viðskiptahraðlinum Startup Supernova sem fór fram í sumar. Hérna frá lokadeginum sem var alfarið online. Við sjáum að sveita, hérna eru þau teymi sem að tóku þátt í fyrra. Íslenskur dútt til dæmis staðsettur fyrir austan. Þau voru svona á sínum fyrstu stigum og eru núna að byrja að selja sængur, hágæðasengur og kodda úr íslenskum æðadúm. Og fleiri fyrirtæki, Pure Natura, kannski kannast við hana, hún tók þátt í viðskiptahraðlum hjá okkur í fyrra. Og svo endar þessi dagur líka einmitt á svona uppskeru degi, þar sem þau eru að kynna þarna sínar hugmyndir. Ég sjá að sveita líka, ég í keyrslu hjá okkur akkurat núna, við erum í viku 4 af 10 og þannig erum við með teymi frá Suðurlandinu til dæmis, 2 teymi þaðan, 2 frá Austurlandinu og þau eru að taka alfarið þátt í þessum hraðli gegnum netið þarna eins og á myndin hérna í horninu. Þannig erum við með jöklavín og fleiri, jöklavín fyrsti íslenski rjómalíkarinn, við erum með brott sem eru aðilar sem að gera heilsuskot úr broddmjólk. Eða broddamjólk, já. Þannig að það svona hin og þessi sprotafyrirtæki sem eru að taka þátt. Svo upp í vöxtinn, þá ætla ég aðeins ég ætla bara að stikla á stóru þar til að renna út á tíma, en þið vitið þetta af ykkur, ég geti alltaf heyrt í okkur ef það eitthvað. En þetta þá þegar þið eru komin svona á annað stig, komin lengra í ykkar ferli og eru farin að horfa á alþjóðlega markaði. Við höfum verið að fara í sendiferðir með sprota erlendis, við höfum verið að skipuleggja svona sendiferðir á sprota ráðstefnur í Evrópu og annars staðar. Fjármögnunin venjulega að blanda af þessum sem eru listaðir upp, af styrkjum, englafjárfesta sem eru fjársterkir aðilar sem eru að fjárfesta í nýsköpun. Viðskiptahraðlum, stundum eru fjármögn í gegnum þá. Hópfjármögnun eins og hún mun fara yfir á eftir, hún Ester, sem fór í gegnum Karolína Fund og svo náttúrulega vísissjóðunum sem eru þessir fjárfestingarsjóðir. Þetta eru bara dæmi nokkra svona frumkvöðlastyrki, þessi reyndar var að lokast 11. október frá Íslandsbanka en þau auglýsa árlega
eftir styrkjum, óska eftir umsóknum í sína styrki. Matvælasjóður, nýr styrkur, myndi mæla með að fylgjast með honum. Hann var líka að loka núna nýlega en verður árlega. Atvinnumál kvenna, styrkir til kvenna með góða viðskiptahugmyndir. Tækniþróunarsjóður er þetta stærsti sprotastyrkur nýsköpunarsenunnar á Íslandi. Þetta eru stóri styrkir og maður þarf að eyða miklum tíma í að klára slíkar umsóknir. En langar rétt að nefna þennan Poppins & Partners sem að þið getið náð í frítt styrkta dagatal á síðunni hjá þeim. Það sem ég geti bara séð yfirleitt yfir þá styrki sem eru í boði og þau bjóða þeim upp á þá þjónustu aðstoða við styrktarskrif. Efris fyrir þá sem eru komið lengra verður fann að leita á aðstoða frumkvöðla við að ná í styrki til Evrópu til dæmis. Svo er það hópfjármögnunin, það er Karolína Fund, Indiegogo, Kickstarter og Fundibeam, svo dæmi séu tekin. Ég ætla að leyfa Ester að segja aðeins betur frá því hvað felst í þessu. Og er líka bara yfirleitt yfir aðra svona hópfjármögnunar síður. Er yfirleitt yfir íslensku vísisjóðana sem eru virkir að fjárfesta í nýsköpun á Íslandi og það er mikil gróska núna í vísissjóðasenunni en það er verið að safna í nýja sjóði og því líkt svo það að gera að fylgjast með því líka. Þannig að þetta er svona heildarmyndin í stuttu máli. En svo eru þetta fullt af öðrum aðilum líka í senunni, í nýsköpunarsenunni á Íslandi sem eru að aðstoða frumkvöðla. Eins og við Icelandic Startups, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Iðna Tæknitorg, Sjávarklasinn, það er bláa hagkerfið og allt í tengslum við sjávartengdar afurðir, Íslenski ferðaklasinn, fjártækniklasinn. Þannig að þið þurfa endilega skoðið þetta ef það er eitthvað sem að vekur áhuga. Ýmis verkefni og ýmsir viðburðir sem eru í boði, þetta er bara to name a few, ég maður að sletta af því það er svo ótrúlega mikið af viðburðum í boði. Ráðgjöf og fræðsla eins og hann Haukur, hann er með frumkvöðla og hann er með efni þar sem hægt að fá aðgang að, Flót og Geður, þau eru líka að veita þjónustu, Poppins & Partners sem ég nefndi áðan, Rata, Hugverkastofa, KPMG líka með sprótaprógram. Og svo er þessi coworking spaces eða svona frumkvöðla setur sem eru staðsett víðsvegar landið, en þá getið þið leigt þetta með sporð og verið svolítið þá svona í kringum svona aðila sem eru í ykkar senu, svona að gera svipað á þig og þá svona fáið svona kraft frá þeim, myndi ég segja. En ég ætla að enda þetta bara á því að hvetja ykkur til að taka þátt. Það er svo ótrúlega mikið í boði, við hjá Icelandic Startups tökum ótrúlega vel á móti ykkur, ég þurfti að stikla rosa stóru hér og við erum með rosalega góð yfirsýn bara yfir senuna á Íslandi og myndum taka vel á móti ykkur til að fara nánar í þetta. Norstak er íslensku fréttavefur sem er að fara yfir senuna á Íslandi. Íslenski frumkvöðlar, hópurinn á Facebook mjög aktífur, myndum mæla með að skrá sig þar, matafrumkvöðlar og bara þetta svo dæmi sér tekin. Þannig að ef þið viljið vita meira, endilega verið í bandi. Við tökum ótrúlega vel á móti ykkur, e-mailið mitt er þarna niðri ef það er eitthvað og svo líka má bara senda á hello@icelandicstartups.is. En ég veit að það er ótrúlega mikil gróska á ykkar svæði og það eru svo margir hugmyndasmiðir þarna og frumkvöðlar sem að okkur langar að hjálpa. Þannig að endilega, ekki vera hrædd við að hafa samband, takið þátt í þessu sem er í boði og tökum vel á móti ykkur. Og ég er alveg til að fá spurningar ef það er einhverjar. Takk kærlega fyrir Sunna og bara virkilega gagnlegt að fá svona gott yfirlit yfir þessa senu því eins og sagðir í upphafi, þetta getur vist svolítið flókið og óyfirstíganlegt þegar maður er að fara af stað. Kæra þakkir. Það eru komnar nokkrar spurningar á Slido. Ég minni á Slido síðu viðburðarins. Farið inn á slido.com og myllumerki hugmynd. Það eru tvær spurningar sem að snúa kostnaði við að taka þátt í þessum hraðlum og þessum viðburðum sem þið eru með. Er almennt séð einhver kostnaðar fólkin í þessu fyrir frumkvöðlin? Nei, þetta er allt gjaldfrjálst fyrir frumkvöðlin. Ég komst ekki inn á það áðan, Icelandic Startups er rekið án hagnaðarsjónarmiða og erum verkefnadrifið, þannig við erum í fjármögnum okkar verkefni í gegnum atvinnulífið og
fyrir tilstilli þessar öfluga bakhjarla, þá getum við boðið þessa þjónustu frítt. Þannig að við erum að bjóða öll okkar verkefni frítt. Já, það er frábært. Nú er eitt sem að spyr hérna líka, þarf ég að vera með hugmynd til þess að vinna með ef ég skrá mig í gullleggið eða er það kannski farvegur þar sem ég get nýtt mér til þess að fá hugmynd? Hvernig er það hugsað? Já, það er alveg opið. Ég nefndi það líka ekki áðan. Það er hægt að skrá sig án hugmyndar líka í gullleggið og það voru eitthvað í kringum 40 mann sem skráðu sig núna í gullleggið án hugmyndar. En þá reynum við að skapa vettvang líka til þess að para saman þá sem eru með hugmynd og jafnvel þá sem eru án hugmyndar til þess að vinna saman og skapa eitthvað verðmæti saman. Þannig að já, absolutt að skrá sig líka ef þið hafið ekki neina hugmynd. Kæra þakkir. Við þakkum kærlega fyrir þetta, Sunna, og við hvetjum fólk til þess að kynna sér þá aðstoð og þá þjónustu sem að Icelandic Startups hafa upp á að bjóða. Og eins og Sunna nefndi, þá er hún gjaldfrjáls með stuðningi frá atvinnulífinu. Kæra þakkir. Takk fyrir mig. Nú en við ætlum þá að halda áfram en bæði Haukur og Sunna hafa komið inn á mögulegar fjármögnunarleiðir til þess að fjármagna frumkvöðlaverkefni og það er líklega eitt af því sem er svona með mestu höfuverkjum þegar við erum að fara af stað með góðar hugmyndir. Þau hafa bæði nefnt svokallaða hópfjármögnun og kannski það sem að þekktast er hér á Íslandi er Carolina Fund. En það vill svo til að á Norðurlandi vestra er Kakala-skáli og þau nýttu sér fyrir ekki svo löngu síðan Carolina Fund til þess að fjármagna eitt verkefni sem að þau hafa verið að vinna að og hún Ester Ágústsdóttir hjá Kakala-skála var svo elskuleg að gefa sér tíma til þess að setjast aðeins niður með okkur og hún ætlar að svara nokkur spurningum Carolina Fund og hvernig það virkaði fyrir þau. Takk fyrir að vera með okkur, Ester. Já, takk fyrir að bjóða mér. En svo kannski fyrsta lagi fyrir þá sem ekki vita, hvað er Kakala-skáli og hvernig tengist þú Kakala-skála? Já, Kakala-skáli er svona dæmigert frumkvöðlafyrirtæki sem varð til vegna óbilandi áhuga föður míns á Sturlungaöldinni og hann og móðir mín þau hafa byggt þetta upp frá grunni og eru búin að vera að þessu í dálítið langan tíma núna. Og þetta er við erum með 2 sýningar, svona sögu- og listasýningar. Annað er stórt útilistaverk og hitt er svona sögu- og listasýning með hljóðleiðsögn. Akkurat. En þið notuðu eins og ég sagði áðan, Carolina Fund við að fjármagna verkefni og hvernig kom það til að þið ákváðuð að fara þá leið? Já, það gerðist þannig að við vissum af því að það voru margir sem vildu styðja okkur og svona í baklandinu okkar og voru svona að spyrja hvort það væri einhver farvegur fyrir það og eitthvað slíkt. Og þá ákváðum við að prófa að fara með verkefnið inn á Carolina Fund. Og við vorum þetta 9 manna teymið í kringum þá hugmynd. Og hvaða verkefni var þetta sem að þið fóru með í gegnum? Já, þetta var í raun og veru sögu- og listasýningin sem við erum búin að opna núna, opnum 2019 og sem er svona innisýning með listaverkum sem þú færði í gegnum með hljóðleiðsögn og þetta er frá átakatímum 13. aldar með áherslu á sögu Þórðar Kakala. Já, og þið fenguðu með erlenda listamenn til þess að vinna með okkur í þessu, ekki satt? Já, og það var svona, við ákvaðum að fara í þessa hópfjármögnun þess vegna því að við tókum á móti 14 listamönnum. Jón Adolf Steinolfsson var listrænn stjórnandi og svo völdum við 13 listamenn úr 81 manna hópi til að koma og vinna með okkur í svona listamannabúðum í 3 vikur. Akkurat. En hvernig tókst að fá fjármögnunina? Var þetta einhvern tímann tvísýnt hjá okkur? Nei, í raun og veru ekki. Þetta voru við létum þetta ná yfir dálítið langan tíma. Ég held að það skipti svolítið máli. Að þetta náði frá því áður en að við byrjuðum með listamannabúðirnar og svo fram í júlí. Og þannig að þetta var kannski ekki beint tvísýnt en svona það kom ansi mikið inn á síðasta sprettinum.
Akkúrat. Þannig að það var svona kannski, jú, auðvitað er þetta alltaf eitthvað smá tvísýnt en við sáum samt að við myndum ná þessu. Já, en fyrir þá sem ekki vita þá virkar þetta sem sagt þannig ef að næst ekki full fjármögnun á því markmiði sem þið setjið ykkur og þá fellur verkefni í raun og veru niður og enginn greiðir neitt. Það virkar þannig, ekki satt? Jú, það virkar þannig og við lögðum áherslu á það þegar við fórum af stað með þetta. Auðvitað erum við með styrki eins og frá uppbyggingasjóði og annað slíkt og aðra fjármögnun að sem sagt við afmörkuðum svolítið hvað við ætluðum að reyna að fá háa upphæð. Það skiptir rosalegu máli að vera svolítið raunhæfur af því að ef þú ert það ekki þá færðu ekkert. Akkúrat. Ég ætla rétt að minna á að ef þið hafið einhverjar spurningar til Esterar þá er ennþá hægt að spyrja inn á slido.com myllumerki hugmynd. Þannig endilega hendið inn spurningum þar. En svona varðandi þessa praktísku hlið af þessu ferli, skrá inn upplýsingar og svona setja upp þessa síðu sem að þið útbygguð á kerfinu sjálfu. Var þetta flókið og er þetta fyrir hvert sem er? Já, ég myndi nú segja að þetta var alveg fyrir hvert sem er en þetta er kannski ekki beint flókið en þetta er hérna heilmikið vinna, til dæmis eins og að ákveða semst þegar þú styrkir á Karolínufund þá færðu eitthvað í staðinn. Og það var, við í teiminu vorum heillengi að ákveða svona hvaða væri sem að maður fengi fyrir 15 evrur og hvað fær maður fyrir 30 evrur og annað slíkt sko. Akkúrat. Þannig Það að, kannski hvaða vara það er sem fólk er að kaupa sem að kannski getur flext fyrir. já, við þurftum svolítið að spá í það og eins létum við gera svona vídeó, svona kynningamyndband. Þetta var heilmikil vinna en alveg vel þess virði. Og við erum einmitt með núna á skjánum síðuna sem að þið unnuð á Karolínufund svona til þess til skýringar. En Já. það er nú komin hérna ein spurning líka og það var nú svo sem það næsta sem ég ætlaði að spyrja þig. Eitthvað hlýtur þetta að kosta og hvernig er hérna það kerfi sett upp hjá Karolínufund? Hvað Já. taka þið fyrir? Þetta er svona tvennt sem þarf að hafa í huga þar að þú þarft að setja upp í raun og veru ef þú gerir samning við borgun og borgun milligengur allar greiðslur sem sagt til þín eða sem sagt til fyrirtækisins þíns. Þannig að sko Karolínufund tekur 8,5% ef að verkefnið nær fjármögnun, annars bara ekki neitt. Og borgun tekur svona litla prósentu af hverri kortafærslu til sín sem þóknun. Akkúrat. Manstu hvað það er háprósenta? Nei, ég man ekki, það er alls ekki háprósenta af hverri kortafærslu. Ég man því miður ekki alveg. Þannig í raun og veru er langstærsti hluti fjármögnunar að renna beint inn í verkefnið. Já, Já. algjörlega. Svona þegar þú hugsar þetta tilbaka og hvernig þetta gekk hjá ykkur, myndirðu mæla með því að fara þessa leið við að fjármagna verkefni? Já, vegna þess að sko þetta gefur til dæmis eins og Sigurður Hansen sem er fósturfaðir minn og aðal frumkvöðlinn í okkar verkefni að hann og María Guðmundsdóttir, semst móðir mín, þau eiga mjög mikið bakland. Það eru mjög margir sem að vildu fá að leggja hönd á plóginn og vissu kannski ekki alveg hvernig þeir áttu að gera það. Þannig að sko ég myndi algjörlega mæla með því ef að þið eigi gott bakland og svoleiðis sko að fara þessa leið. Já. Og það kom okkur skemmtilega óvart, bara gaman að segja frá því, að það var alls ekki bara baklandið okkar sem kom þarna sterkt inn, heldur bara alls konar fólk. Já. Og hérna sem hafði áhuga bara á til dæmis söfnum og sýningum og annað slíkt og náttúrulega Karolínufund er að styrkja skapandi verkefni og það er fullt af fólki sem fylgist með hvað er að gerast á Karolínufund og styrkir það sem það hefur áhuga á og kemur síðan bara kannski sér ferð til að skoða sögu- og listasýninguna og hefur kannski enga sérstaka tengingu við okkur. Já, ég skil þig. Já. Þannig að þarna eru þið mögulega þá víkka út innan hóp vel unnara sem að þið áttu fyrir.
Já, algjörlega. Það er einmitt orðið sem við notum, sko, velunarar Já. Kakalaskóla. Já. Akkurat. En það er ein spurning komin til viðbótar á Slido. Ef að söfnunin nær yfir markmiðið sem að sett er, fær fyrirtæki eða verkefni þá alla upphæðina greidda eða bara markmiðsupphæðina? Alla upphæðina. Já, ég sé einmitt að þið fóruð upp fyrir ykkar markmið. Já. Akkurat. Sérðu fyrir að við myndum nýta ykkur þetta aftur, Ester? Já, ef við værum með annað svona skapandi verkefni sem að við myndum vilja, er ég í mynd? Það er allt, Þú ert eitthvað pínulítið svona bjöguð, en það er ok. Síðan eitthvað? Hjá mér þá sé ég mig ekki lengur nefnilega. Nei, akkurat, það spurning hvort það er eitthvað í netsambandinu eða hvað er? Já, ekkert mál, en já, ég held að við myndum gera þetta aftur ef við værum með svona skapandi verkefni sem að við myndum fjármagna, þá myndum við örugglega gera það. Við erum svona meira kannski í svona praktískum verkefnum akkurat núna en alveg hiklaust. Já. Og það var að koma fram að hann, Ingi Rapp sem að stendur á bak við Karolína Fund, er bara alveg einstaklega liðlegur og hjálpa manni í gegnum hvert einasta skref sem sagt áður en að verkefninu er hrint af stað. Þannig að það er mjög góð stuðningur frá Karolína Fund. Já, það er gott að heyra og skiptir miklu máli. Já. Svona þegar þú lítur tilbaka, hvað væri það svona ef þú ættir að gefa þeim sem eru að velta fyrir sér að fara þessa leið? Hvað væri svona mikilvægasta ráðið sem þú myndir gefa þeim? Ekki spenna bogann allt og hátt. Í hugmyndunum það hvað, þú veist, alveg vera raunsær og allt það, en bara ekki fara það hátt að það sé ekki nokkuð leið að ná því. Já, ég skil þig. Afmarka sig vel. Afmarka sig vel og sjá svolítið vel fyrir sér svona hvað er raunhæft í stöðunni. Já, akkurat. Þakka kærlega fyrir Ester og við hvetjum að sjálfsögðu alla þá sem áhuga hafa á sögu að líta við í Kakalaskóla og ferðum sínum Skagafjörð. Kæra þakkir og gangi ykkur áfram vel, Ester. Kæra þakkir og takk fyrir að bjóða mér. Nú en þá fyrir svo að ljúka hjá okkur núna í þetta skiptið og við vonum að þessi stutta yfirferð yfir hvernig hægt er að hrinda hugmyndum í framkvæmd hafi kveikt í einhverjum og hvatt einhverja til þess að halda áfram með sínar hugmyndir. Nú en við hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra viljum minna á að við erum til þjónustu reiðubúin og viljum líka nota tækifærið og vekja athygli á að til 16. nóvember núna 2020 að þá er hægt að senda inn umsóknir í uppbyggingarsjóð Norðurland vestra og þar styrkjum við annars vegar verkefni sem að stuðla að atvinnuþróun og nýsköpun og hins vegar verkefni sem eru menningarverkefni. Umsóknargátt fyrir þessi verkefni er að finna á heimasíðu SSNVAF sem er bara einfaldlega ssnvaf.is og það er smellt á merki sóknaráætlunar Norðurlands vestra og þá er farið inn í umsóknarformið. Nú og við erum svo með vaskan hóp ráðgjafa sem að veita aðstoð við gerð umsókna og í ferlinu öllu og við aðstofum að sjálfsögðu við gerð umsókna en jafnframt þá sem að eru með hugmynd í maganum og þá er heimsókn til okkar eða símtal eða tölvupóstur til okkar ágætu ráðgjafa ágætt fyrsta stopp. Við getum þá liðsinnt með hvaða leið best er að fara og jafnvel liðsinnt við að taka verkefnin áfram. Og við hvetjum ykkur til þess að leita til okkar ef þið eru með hugmynd í maganum eða eitthvað sem þið viljið hrinda í framkvæmd. Okkar þjónusta er gjaldfrjáls og er í boði Byggðastofnunar ásamt sveitarfélögunum á Norðurlandi vestra og allt land eru atvinnuþróunarfélög sem hafa sama hlutverk. Nú að þessu sögðu vil ég þakka útsendingastjóranum okkar hér í dag, henni Sveinbjörgu Rut Pétursdóttur sem stýrði þessu að vanda með myndarbrag segi ég og segi hér með þessari ráðstefnu slitið og vona að við sjáum sem flest ykkar á næstu viðburðum okkar en upplýsingar þá er að finna
á Facebook síðu okkar og heimasíðun okkar ssnvaf.is. Við hvetjum ykkur til þess að vinna lengra með ykkar hugmyndir. Annars hætta á því að einhver annar geri það, því að góðar hugmyndir hafa tilhneigingu til þess að dúkka upp einhvers staðar. Þannig að af hverju ekki við? Nú við þökkum fyrir í bili, hlökkum til að sjá ykkur á næstu viðburðum og ekki síður til þess að fylgjast með góðum hugmyndum verða að veruleika. Verið sæl.